Katrín Jakobsdóttir býður sig fram til embættis forseta Íslands og hætt í stjórnmálum. Hún tók ákvörðun páskana og segir mikilvægt að forseti geti talað til allrar þjóðarinnar, þótt fólk sé ólíkt og ósammála. Brotthvarf Katrínar úr ríkisstjórn eru meiriháttar vatnaskil í stjórnarsamstarfinu, segir formaður Sjálfstæðisflokksins. Viðræður eru í gangi áframhaldandi samstarf stjórnarflokkana. Formaður Framsóknarflokks segir mikilvægt að allri óvissu sé eytt sem fyrst. Skipstjórinn stokkinn frá borði, segja formenn stjórnarandstöðuflokka. Sumir efast að ríkisstjórnin geti starfað áfram án fráfarandi forsætisráðherra. Ísraelskir hermenn sem drápu hjálparstarfsmenn á Gaza í vikunni töldu að einn þeirra væri vopnaður liðsmaður Hamas. Sameinuðu þjóðirnar segja árásina geta talist stríðsglæp. Samtök aðstandenda og fíknisjúkra fara fram á að fólki með fíknisjúkdóma verði bjargað og að stjórnvöld fjárfesti í lífi þeirra. Boðað var til samstöðufundar á Austurvelli í dag. Gott kvöld. Katrín Jakobsdóttir býður sig fram til embættis forseta Íslands og hættir sem forsætisráðherra, formaður Vinstri grænna og alþingismaður. Hún segist ánægð með að hafa tekið þetta stökk og telji sig hafa þann skilning og reynslu sem þarf. Hún sér ekki ástæðu til þess að hrikt geti í ríkisstjórnarsamstarfinu því að enginn sé ómissandi. Hef ég ákveðið að beiðast lausnar sem forsætisráðherra Íslands og gefa kost á mér í komandi forsetakosningum. Ákvörðun Katrínar hafði legið í loftinu síðustu daga og 1:00 í dag tók hún af skarið með myndbandi á samfélagsmiðlum. Það eiginlega gerðist þannig að ég var nú búin að vera svona melta það með mér eiginlega í allan vetur að ég myndi ekki halda áfram á Alþingi að loknu þessu kjörtímabili. Sú ákvörðun lá bara fyrir í mínum huga. Hún segist ekki hafa ætlað að hugsa embætti þegar Guðni T.H. Jóhannesson tilkynnti áramótin að hann sættist ekki eftir endurkjöri en hafi þó fengið hvatningu til þess. Fyrir páska greindi hún Guðna forseta og formönnum hinna stjórnarflokkana frá því að hún ætlaði að hugsa þetta í alvöru. Ákvað að taka stökkið í það að segja skil við stjórnmálinu og gefa kostum mér í þetta embætti. Eftir páskana greindi Katrín svo Guðna, Sigurði Inga og Bjarna frá ákvörðun sinni. Hún segir að reynsla af 20 ára starfi í stjórnmálum muni nýtast en hún átti sig á að hún sé umdeild eftir svo langan tíma. En ég tel að ég hafi töluverðan skilning bæði á gangverki samfélagsins og stjórnmálana sem skiptir máli að forseti hafi. Katrín segir mikilvægt að forseti Íslands gæti hagsmuna Íslands á krafti og alþjóðavettvangi og hann tali fyrir grunngildum sem íslenskt þjóðfélag byggir á. Lýðræði, mannréttindum, réttaríkinu, tali undirstöðunar okkar, menntun og menningu, íslenska tungu, undirstöðunar sem samfélagi hvílir á, en líka fjölbreytnina. Og mér finnst mikilvægt að forsetinn tali mjög skýrt og afgerandi gegn skautun, því forsetinn á að geta tala til allrar þjóðarinnar þó að við séum ólík, ósammála og alls konar. Þetta hefur aldrei gerst á lýðveldistíma að forsætisráðherra ákveða að bjóða sig fram til forseta. Heldur það með þessari ákvörðun þinni þá hrikti í stjórnarsamstarfinu og í pólitíkinni? Ég sé ekki neina ástæðu til þess að það ætti að gera það. Það eru 3 flokkar í meirihluta og þingi, þeir byggja sitt samstarf á stjórnarsáttmála. Nú er það forystumanna þessara flokka að ákveða hvernig eigi að halda áfram. Ég held nú enginn sé ómissandi. Það voru engin nöfn og kennitölur í þessum stjórnarsáttmála og ég held að ég sé ekkert meira ómissandi í stjórnmálum en nokkur annars. Katrín segir að minnkandi fylgi Vinstri grænna í skoðanakönnunum hafi ekki haft áhrif á ákvörðun hennar enda hafi gengið á ýmsu í skoðanakönnunum þá áratugi sem hún hafi verið í pólitík. Á sunnudaginn biðst Katrín lausnar hjá forseta Íslands og fyrir fyrsta þingfund eftir páskafrí á mánudaginn tilkynnir hún bréflega að hún segja af sér þingmennsku. Ég er ánægð með það að hafa tekið þessa ákvörðun, tekið þetta stökk og gef þá fólki kost á því að velja mig úr góðum hópi góðs fólks. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir brotthvarf Katrínar úr ríkisstjórn vera meiriháttar vatnaskil í stjórnarsamstarfinu. Forystumenn flokkanna ræða nú möguleikana á áframhaldandi samstarfi. Formaður Framsóknarflokksins segir mikilvægt að eyða allri óvissu sem fyrst.
Það var ljóst strax við upphaf ríkisstjórnarfundar í morgun að tíðinda væri að vænta varðandi framboð Katrínar. Ráðherrar vildu þó lítið tjá sig stöðu mála við fjölmiðla, bæði fyrir og eftir fund. Hvað kom fram á þessum fundi? Það var fínn fundur, mjög góður. Það var ekki mögulegt forsetaframboð Katrínar Jakobsdóttur? Það er bara að góma, það er ekki hægt að segja annað. Verða breytingar á ríkisstjórn? Það kemur allir ljós. Ertu svo frá Bessastæði? Ég sé ykkur seinna. Hvar er ég nú með minn bíl? Þetta farið til vinstri frá mig góð. Já, þarna ert þú. Þakka þér fyrir, ætlar að fylgja mér svo ég rati. Stjórnarflokkarnir boðuðu til þingflokksfunda eftir hádegi til að ræða áframhaldandi stjórnarsamstarf. Ef niðurstaðan verður að halda samstarfinu áfram, ljóst að það kallar á breyttar á þeirra skipan. Margir möguleikar hafa verið nefndir í þessu samhengi. Ein möguleg útfærsla gæti verið þessi. Sigurður Ingi Jóhannsson tekur við forsætisráðuneytinu, Svandís Svavarsdóttir færist úr matvælaráðuneytinu yfir í innviðaráðuneytið og með því væri boðuð vantrauststillaga stjórnarandstöðunar úr sögunni. Sjálfstæðismenn myndu þá fá matvælaráðuneytið, þar getu 2 möguleikar komið til greina, annaðhvort tekur Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir háskóla- og iðnaðarráðherra við því embætti eða Guðlaugur Þór Þórðarson umhverfis- og loftslagsráðherra. Nýr ráðherra kæmi þá inn frá Vinstri grænum sem myndi þá taka við því ráðuneyti sem losnar. 2 nöfn hafa verið nefnd í því samhengi, Bjarki Olsen Gunnarsdóttir formaður velferðarnefndar og fyrrverandi formaður þingflokks Vinstri grænna og Orri Páll Jóhannsson núverandi þingflokksformaður. En þetta er auðvitað bara ein sviðsmynd af mörgum, ekki liggur fyrir hversu langt viðræður eru komnar og hafa forystumenn flokkana haldið spilunum þétt að sér. Þetta er auðvitað meiri háttar breyting á stjórnarsamstarfinu sem að fól það meðal annars í sér upphafi að Katrín myndi leiða þessa ríkisstjórn flokkana og kallar á að við setjumst saman og sem við ætlum að gera. Við höfum líka verið að ræða þetta í þingflokknum og leggja mat á það hvernig eigi úr að spila. Og hver var niðurstaðan á þingflokksfundinum? Já, við erum að koma saman til þess að bera saman bækur okkar og ekki til þess að bera upp einhverja tillögu til að samþykkja en þetta er meiri háttar vatnaskil í stjórnarsamstarfinu. Við verðum að segja það bara alveg eins og það er. En liggur ekki svolítið á þessu? Nú kemur þing saman á mánudaginn. Jú, það er, ég held bara undir öllum kringumstæðum mikilvægt að eyða þeirri óvissu. Það er auðvitað engin óvissu eins og það er starfandi ríkisstjórn og forsætisráðherra ekki búin að biðjast lausnar, en það er auðvitað ekkert breyst ennþá. En já, fljótlega eftir það að Katrín hefur farið á Bessastaði þá myndast svona ákveðið tómarúm sem er ekki gott að verði langvarandi. Ertu bjartsýnn á að þetta ríkisstjórnarsamstarf haldi áfram? Já, ég er nú alveg sæmilega bjartsýnn á það því að allavega förum við í Vinstri grænum að heilum hug inn í það að vilja halda þessu áfram. Við erum með sterkan stjórnarsáttmála sem eru auðvitað í fullu gildi og þetta er bara spurning að skipa skipa til verka. Og hvernig heldur það fari einmitt að skipa til verka? Það verður að koma í ljós. Og meira þessu tengt, Pétur Magnússon, fréttamaður okkar, þú hefur verið að ræða við stjórnarandstöðuþingmenn í dag. Hver eru þeirra viðbrögð og hvernig ætlar að bregðast við ákvörðun forsætisráðherra? María, hér á Alþingi hefur þessi ákvörðun kannski ekki komið mikið á óvart. Viðbrögðin hafa samt verið alls konar. Við ræddum við nokkra formenn stjórnarandstöðuflokka í dag, spurðum hvernig þetta blasti við þeim, heyrum hvað þau sögðu. Já, nú er skipstjórinn stokkinn frá borði á sökkvandi skipi og aðrir virðast vera að rífast hver megi setja upp skipstjóra á húfuna frekar en að koma skipinu til lands. Þannig að ég veit ekki hvernig þetta endar en að minnstakosti virðist mér ljóst að þessi ríkisstjórn muni ekki starfa fram til loka kjörtímabilsins. Við höfum nú ekki verið samherjar í pólitík, frekar verið með ólíkar pólitíska skoðanir en þetta er mjög öflug manneskja, sterkur einstaklingur og ég vil bara óska henni velferðnaðar í þessari baráttu sem framundan er. Hún er skipstjórinn á þessari ríkisstjórnarskútu sem er náttúrulega með allt niður sig eins og allir vita og hefur gengið frekar brösulega hjá þeim upp á síðkastið. Þetta er andvana ríkisstjórn. Og það er svolítið sérstakt að forsætisráðherra skuli fyrstur ætla að stökkva frá borði til að reyna að synda í land á meðan að skútan er raunverulega sökkvað. Já, ef ég hef lært eitthvað á mínu ferli í pólitík þá er það að það kemur alltaf maður í manns stað og
forsætisráðherra eða ekki að þá þegar uppi staðið þá þetta manneskja sem einstaklingur eins og við öll með sína skoðanir, sína sýn og við verðum einfaldlega að virða það og ég hef engar áhyggjur af því að reynt fólk í hinum stjórnarflokkunum láti þetta eitthvað vera þvælast fyrir sér. Nú heyrir maður á þingmönnum Sjálfstæðisflokksins að það sé jafnvel bara best að fara í kosningar í sumar af því að samstarfið við VG sé ekki líklegt til að skila miklu. Ég nefni til dæmis Jón Gunnarsson í því samhengi og það alveg rétt sem hafa bent á að stjórnin hefur kannski hangið saman á Katrínu sem einhvers konar sameiningartákni þessari ríkisstjórnar. En nú þegar það sameiningartáknir farið, hvað þá eftir? Þá ekkert eftir til að halda þessum flokkum saman. Kjósendur eiga það skilið að fá að velja sér nýja valdhafa eins og staðan í dag. Því að þessir eru algjörlega búnir að vera að mínum mati. Hér hjá mér eru 2 stjórnarandstöðu þingmenn í viðbót, Þórhildur Sunna og Kristrún Frostadóttir. Þórhildur, byrja þér þín viðbrögð við ákvörðun forsætisráðherra. Já, í fyrsta lagi að þá augljóst að með ákvörðun sinni að segja af sér sem forsætisráðherra þá komin 3. stjórnarkreppan í landinu á hálfu ári, fyrst fyrir í haust þegar Bjarni Benediktsson segir af sér embætti fjármálaráðherra og síðan þegar leit út fyrir að mögulega stutt vantraustskrafa á Svandísi Svavarsdóttur og nú þegar að Katrín Jakobsdóttir mun biðjast lausna fyrir sína ríkisstjórn. Ég held að það sé ekki nóg talað að þessi ríkisstjórn í raun liðin undir lok og það ekki einkamál þeirra ráðherra sem áfram sitja hvernig ríkisstjórnin verður stjórnað eða þess að hvernig landinu verður stjórnað og það í raun bara ótrúlegt að þau láti eins og það komi forsetanum til dæmis ekki við og þau geti bara einhvern veginn ráðu sínum þetta þegar það búið að vera augljóst í hálft ár að það engin starfandi ríkisstjórn í landinu. Telur að ríkisstjórnin geti haldið áfram störfum í fjarveru Katrínar? Ég held að það sé að minnsta kosti engan veginn ásættanlegt að láta eins og þetta sé bara þeirra engamál og þarna þarf forsetinn að koma að. En svo þurfum við að tala bara aðstöðumunin sem á milli Katrínar Jakobsdóttur og annarra frambjóðenda í forsetakosningunum þar sem hún verður á fullum bilunum og við vitum heldur ekki hvað hennar pólitísku aðstofamenn gera sem að verða líka á fullum bilunum á meðan að kosningabaráttunni stendur fyrir utan stjórnskipulega vandann sem að þetta setur okkur í Katrínu. Kristrún, hvernig blasir þetta fyrir þér? Já, ég vil bara byrja að óska Katrínu Jakobsdóttur góðs gengis eins og öðrum frambjóðendum en ég menna að öðru leyti verður það bara þjóðarinnar að velja sér sinn forseta, það kannski ekki mitt að segja til það en þetta eru auðvitað kaflaskil í íslensku stjórnmálum. Katrín búin að vera forystumaður í sínu flokki í rúmlega áratug og forsætisráðherra í 2 kjörtímabil þannig að þetta ákveðin kaflaskil. Telur að ríkisstjórnin geti haldið áfram þar að kjósa upp á nýtt? Já, mín skoðun hefur verið svo að þetta sé orðið gott hjá þessari ríkisstjórn og ég held að það segi bara svolítið sína sögu að núna á örfáum mánuðum hafa bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra 2 formenn í þessari 3 flokka stjórn sagt af sér embætti og það auðvitað bara eins og ég segi sína sögu stöðuna. Tæknilega séð þetta í þeirra höndum hvað þau vilja gera akkurat núna en það væri miklu betur bragur á því að þetta væri bara lagt í hendur kjósenda og Samfylkingin hefur þetta bara búin að vera að vinna sína vinnu og væri tilbúin hvenær sem í kosningar. Kristrún, Þórhildur Sunna, þakka ykkur kærlega fyrir og með þessu segjum við það gott héðan úr Alþingi. Takk fyrir það, Pétur Magnússon. Eva Marín Hlynsdóttir, þú ert prófessor í stjórnmálafræði. Nú Katrín farin úr ríkisstjórn, eða mun fara, og eins og hefur komið fram og margir hafa sagt hana svona límið í þessu samstarfi. Hversu mikil áhrif hefur þetta á samstarf þessa ólíku flokka? Það erfitt að segja til það. Þeir náttúrulega eru búin að starfa töluvert lengi saman, þannig að samstarfið nú orðið svona sæmilega smurt mynd maður ætla. En auðvitað hlýtur þetta að hafa töluverð áhrif, þess að við vitum það alveg að Katrín hefur náttúrulega verið svona kannski kjarnin í þessu samstarfi allavega síðustu ár. En hafa flokkarnir langan tíma, geta þið tekið sér langan tíma til að ná samkomulagi áframhaldið? Nei, ég held að því fyrir því betra, vegna þess að bæði þau þurfa að skapa trúverðugleika út í samfélaginu og eins líka inn í sínum þingflokkum og þetta þarf að gerast tiltölulega hratt, annars getum við farið að sjá fram á einhvers konar vandamál. Bara helgina þá, þú veist að tala að klára þetta fyrir mánudag. Já, ég held að það væri bara því fyrir því betra. En eykur þetta líkurnar á því að það verði kosið fyrr, jafnvel í haust? Sko það er búið að vera að spá þessari ríkisstjórn í rauninni dauða allan hennar tilvesta tíma. Hún ennþá hérna. Það rúmt ár eftir af núverandi kjörtímabili og
ég ekkert viss endilega að þetta muni auka líkurnar, en sko við viljum hafa stjórn á hlutunum þegar við erum í pólitík. Við viljum svona svolítið geta ráðið í hvað að gerast og því fyrir sem að flokkarnir ná tökum á núverandi stöðu, þeim mun betra og þeim mun betra verður líka fyrir þau þegar þau fara síðan í kosningar, hvenær sem það verður. En hvernig ráðherrakapall telur þú að sé líklegast að verði lagður og mun hann ganga upp? Sko við sáum náttúrulega hérna áðan að það var verið að sýna eina tegund, sko við erum náttúrulega með þessa 3 flokka. Við myndum kannski ætla að það veri frekar hæpið að næsti forsætisráðherra komi úr röðum Vinstri grænna og að við sjáum það frekar inn í Framsóknarflokknum eða Sjálfstæðisflokknum. Sigurður Ingi hefur nú þegar einu sinni stokkið inn með mjög stuttum fyrirvara inn í stöðu forsætisráðherra. Ég held að fara sig kannski svolítið eftir því hvað þau ætlar sér að gera, hvað þau ætlar rauninni að halda samstarfinu, hvað þau ætlar sér að klára fullt tímabil eða hvenar þau eru að hugsa að kalla til kosninga. Það svona ráðist af því. Þetta verður spennandi að sjá. Þetta verður mjög spennandi. Takk þér fyrir þetta, Eva Marín. Og þá snúum okkur að öðru. Ísraelsher hefur rekið 2 hátt setta hermenn sem gáfu skipun árás á 7 hjálparstarfsmenn á Gaza. Herinn segir einn mannanna hafi fyrir mistök verið talin Hamas-liði. Gagnrýni á hernað Ísraelsmanna á Gaza fer vaxandi. Ísraelsher birti í morgun niðurstöður eigin rannsóknar á drápi á 7 hjálparstarfsmönnum á Gaza á mánudag. Þar segir að stjórnendur aðgerða hafi verið vissir að einn hjálparstarfsmannanna væri vopnaður Hamas-liði. Þetta reyndist ekki rétt. Merki World Central Kitchen, sem var áberandi á bílunum, hafi ekki sést á myndavélum vegna myrkurs. Herinn viðurkennir alvarleg mistök og hafa liðsforingjarnir 2 sem fyrirskipuðu árásina verið reknir. World Central Kitchen hefur krafist óháðra rannsóknar á árásinni og Pólverjar krefjast málsóknar. Mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna líka gagnrýnin. Attacking people or objects involved in humanitarian assistance may amount to a war crime. Meirihluti mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna krafðist þess í morgun að vopnasölu til Ísraels yrði hætt. Þetta í fyrsta sinn sem ráðið tekur beina afstöðu í þessu stríði. Ályktunin ekki bindandi. Ísraelsmenn samþyktu í morgun eftir að Bandaríkjamenn settu þeim afarkosti að opna leið fyrir hjálpargögnum Erez landamærastöðina. Hún hefur verið lokuð frá upphafi stríðsins fyrir tæpu hálfu ári. Það hefur ekki þaggað niður í sífellt háværari gagnrýnisröddum. I have to directly take issue with what Prime Minister Netanyahu said yesterday when he said, well, this just happens in conflicts and in wartime. No, it doesn't just happen. And it shouldn't just happen. Children in Gaza today are dying for lack of food and water. This is incomprehensible and entirely avoidable. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. Tugum manna sem voru innlyksa í vinsælum þjóðgarði í Taívan eftir jarðskjálfta á miðvikudag hefur verið bjargað, en óttast að nokkrir séu látnir þar. 200 manns dvelja enn í neyðarskýlum eftir skjálftann. Nú ljóst að minnst 12 létust í jarðskjálftanum sem reið yfir austurhluta Taívan á miðvikudag og yfir 1100 slösuðust. Enn verið að leita fólk sem saknað í Tarakó þjóðgarðinum, en helmingur þeirra sem hafa fundist látnir fundust þar. Allt kapp lagt á að finna 5 manna fjölskyldu sem saknað úr garðinum. Búið að bjarga tugum manna sem lokuðust inni í göngum þar og sumir sluppu naumlega. 差2秒钟就再见了，哇，真的很危险。你密里都没隧道，刚刚出去，刚刚出口就被砸下来了，就全部这样垮下来，那种感觉就好像被活埋了，整个车子里面都是雾蒙蒙的啦，看不到。 Í borginni Hualien sem fór vest út úr skjálftanum 200 manns enn í neyðarskýlum eftir að hafa mist heimili sín. Byrjað að rífa niður byggingar sem ónýtar eftir hamfarirnar, þar á meðal úranusbygginguna sem hallar ískyggilega eftir skjálftan. Yfirvöld hafa gefið til kynna að erfitt uppbyggingastarf sé framundan í landinu. 所以民众乡亲的这个重建之路啊，只能用善款来这个协助。 Hópur fólks safnaði saman á Austurvelli í dag þar sem þess var krafist að stjórnvöld bregðist strax við fíknivandanum í landinu og auki fjármagn til meðferðarstofnana.
Formaður samtaka aðstandenda og fíknisjúkra segir ráðamenn með blóðugar hendur. Við erum ekki hérna að ganna okkar, við erum að taka bara á háalvarlegu máli. Við erum að taka á því sem hægt að gera strax. Í dag þá erum við bara með ákall á stjórnvöld varðandi það að veita bara fjármögn í þessi úrræði hérna sem talar Það er Vogur, það er SA, það er Krýsuvík, það er Hlaðgerðarkot, það er Foreldrahús og það er Frú Ragnheiður og Ylja sem að Rauði krossinn heldur út. Dagbjört segir að ef ákallið leiði ekki til úrbóta, dugi ekkert minna en að efna til mótmæla og skilaboðin til ráðamanna eru skýr. Ég kann segja ykkur það, þeir get ekki þvegið hendurnar sína lengur af þessum sjúkdómi. Þeir get ekki, þeir eru bara með blóðugar hendur í dag. Það er bara sviðin jörð. Árlega deyja rúmlega 100 hér á landi vegna fíknivanda. Á bak við hvern einstakling eru aðstandendur og fjölskyldur sem eftir sitja í sárum. Sum þessara aðstandenda skrifuðu bréf sem voru í dag afhent Sigmari Guðmundsinni, þingmanni Viðreisnar. Hann hefur verið ötull talsmaður málefnisins. Í þessum kassa eru bréf frá aðstandendum, veiku fólki og fólki sem er í bata frá sjúkdómnum, fólki sem er mist ástvini sína, foreldra sína, mist systkini sín og afar og ömmur. Við erum að biðja þig að fara með þennan kassa upp á þing og afhenda þingmönnum þetta. Í þeirri vona að lesi þessi bréf og skynji það að bak við hvert einasta bréf er manneskja með tilfinningar, vonir og væntingar um breytingar. Takk. Söngvari bandarísku hljómsveitarinnar Soul Asylum segir það góða tilfinningu að tugir barna sem lýst var eftir í vinsælu tónlistarmyndbandi sveitarinnar á 10. áratugnum hafi fundist eftir að myndbandið náði vinsældum. Lagið Runaway Train með hljómsveitinni Soul Asylum kom út árið 1992 og árið síðar tónlistarmyndbandið sem sýndi ljósmyndir af börnum sem lýst hafi verið eftir. 36 börn sáust í myndbandinu við lagið sem var gríðar vinsælt. Það hafði þau áhrif að mörg barnanna í myndbandinu snéru aftur heim og vitneskja fékkst afdrif margra til viðbótar. Höfundur lagsins og söngvari Soul Asylum segist ekki vita hve mörg börn nákvæmlega fundust eftir að myndbandið kom út. Yeah, there are some people have told me 20 kids were found. Some people have told me 40 kids were found. Some people tell me, in Canada there's this number, and then so whatever it has done to encourage the rescue of this situation. Leikstjóri myndbandsins hefur lýst því sem einu því mikilvægasta í sögu tónlistarstöðvarinnar MTV, því það hafi bjargað mannslífum. Undir það tekur Pörner. Yes, absolutely. It feels good, it feels nice, and I don't, pump myself up as some sort of person that saves someone's life. I'm sure it's much more complicated than that, Then I did my little part, I think. Nánar verður fjallað týndu börnin og tónlistarmyndbandið í Heimskviðum á Rás 1 eftir hádegisfréttir á morgun. Og þá að veðri. Á morgun gengur í norðaustan hvassviðri eða storm suðaustanlands en hríðarveður norðaustan til þegar líður á daginn. Gular viðvaranir taka gildi austanvert landi á morgun og annað kvöld. Norðaustan 10 til 23 metrar á morgun og það verður hvassast suðaustan til. Yfirleitt bjartviðri suðvestan til en annars él, snjókoma eða skafrenningur og frostið að 6 stigum en það verður frostlaust syðra að deginum. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðurhorfur næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Kvennalandsliðið í fótbolta byrjaði undankeppni EM 2025 í dag og byrjaði með stæl. Kvennalandsliðið í handbolta mætir svo Færeyjum á sunnudag í hreinum úrslitaleik sæti á EM. Ísland hefur ekki komist á EM í 12 ár. Bara markmiðið er í augsýn. Og ekkert varð af því að skíðamót Íslands hæfist í Bláfjöllum í dag. Ástæðan var sú að of mikið snjóaði í Bláfjöllum í nótt. Íþróttir eftir andartak. Og við kveðum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Katrín Jakobsdóttir býður sig fram til embættis forseta Íslands og er hætt í stjórnmálum. Hún tók ákvörðun páskana og segir mikilvægt að forseti geti talað til allrar þjóðarinnar þótt fólk sé ólíkt og ósammála.
Brotthvarf Katrínar úr ríkisstjórn er meiriháttar vatnaskil í stjórnarsamstarfinu, segir formaður Sjálfstæðisflokksins. Viðræður eru í gangi áframhaldandi samstarf stjórnarflokkana. Skipstjórinn er stokkinn frá borði, segja formenn stjórnarandstöðuflokka. Sumir þeirra efast að ríkisstjórnin geti starfað áfram án fráfarandi forsætisráðherra. Ísraelskir hermenn sem drápu hjálparstarfsmenn á Gaza í vikunni töldu einn þeirra væri vopnaður liðsmaður Hamas. Sameinuðu þjóðirnar segja árásina geta talist stríðsglæp. Næstu fréttir verða klukkan 10 í kvöld í útvarpinu og á ruv.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Hvað í gangi? Hressandi þáttur þar sem Daniel og Katla hitta skemmtilegt fólk, kíkja út á lífið og kryfja ýmis mál. Er þetta frétt? Nýr spurningaþáttur í léttum dúr þar sem skemmtilegir keppendur spreyta sig á misalvarlegum fréttatengdum spurningum. Ég bara vildi þannig til að dóttir mín var skýrð einmitt þegar það var bannað. Það var bara eitthvað fólk út í bæ sem þetta er bannað og bara breytum þessu. Látum hana bara heita með Kái. Þarna byrjaði þetta stríð mitt við þessa ágætu nefnd, sko. Gísli Marteinn tekur á móti gestum á föstudagskvöldum í vetur og fer með þeim yfir helstu atburði vikunnar. Barnaby ræður gátuna, bresk sakamálamynd þar sem Barnaby lögreglufulltrúi glímir við morðgátu í ensku þorpi. Næsta orrusta kvennalandsliðsins í fótbolta er handan við hornið og erfiðleikastuðullinn skrúast upp í 11 því Þýskaland er næsti andstæðingur og það strax á þriðjudag. Þýskaland-Ísland í undankeppni EM í fótbolta